sjónvarpinu, því að núna byrjar Choice is up to you, my friend. That's so long, but you might awake to a brand new life, brand new life, a brand new life around the bend. Bara byrja á því að svo getur bara... Ok, við erum að taka upp. Já. Hefur, þetta virkilega mikið svona... Test, svona prototype bíóbíl. Já, við erum velkomin í pilot af bíóbílum, við hefum ekki gert þetta aður. Einu fyrir 2013 og aftur 2018. Já. Nákvæmlega, þetta er bara rehash af bíóbílum. Fyrir ykkur sem að sjáuð ekki neitt, þá er Knútur þarna aftur í. Já, Knútur Skuggavega Ólafsson. Já. Allan að vera hjartalega velkomin í bíóbílinn, það er Arnór, Heimir og Knútur sem að heilsa ykkur á þessum degi. Við fórum á The Incredibles 2, sem er teiknumynd sem kom upprunalega... Svo sannarlega. Já, sem er... Ójá. Við erum, já, Knútur, ég er svolítið óánægður með það sést ekki í þig. Já, ég hef á displayið og það sést, hann er bara fljótandi haus. Við erum á monitorinn til að reyna að sjá eitthvað líka en... Já, hann er að gera þetta allra besta. Já, en hérna... Já, við fórum sérst í bíó. Við fórum í bíó loksins. Við höfum tíma til. Tíma fyrir eitt bíó. Ákváðum að fara á eina myndina sem gæti verið eitthvað vit í að horfa á, sem er The Incredibles 2. Brad Bird kemur aftur til þessar leikstýrinni og skrifa. John Lasseter er executive producer. Hvað fæðin? Hérna... Já, ég hef veit, jú, hérna Michael... Nei, George Michael. George Michael. Það byrjaði. Nei. Ég ætla að segja Michael Giacchini. Mochaccino. Sér hérna tónlistina. Bíóbílum, við klúðum nöfnin. Handa ykkur. Ef þið gefum svona bílabíó. Bíóbíó. Já, hérna... Bólabíli? Já. Ég maður ekki hvað flestir af þessu leikurum heita sem eru raddleikarar. Nei, en... Craig T. Nelson er... Nancy Cartwright leik... Já, ég held... Hún er ekki Flash? Nei, ekki Flash. Hérna... Dash, já. Fati á íslensku. Flash Dash. Fati, já. Sam Jackson. Já. Þessi mynd byrjar á eiginlega nákvæmlega sama stað og hinn myndin endar, það er að segja fyrir myndin. Já. Það sem að undir grefillinn... The Underminer! Er að bora, hérna, svona... moldvarpugöng alla borgina. Og ætlar að knésetja hæstu byggingar borgarinnar. Já, aðalega bankan. Já, aðalega bankan. Og þau reyna að stoppa hann og það misheppnast svona hálfpartinn. En samt ekki og þá verður lögreglan alveg bandbrjáluð og... Handtökur ofurhetjunnar. Já. Sem sagt. En myndin snýst samt það að Bob Odenkirk ætlar að reyna að gera ofurhetjur aftur löglegar. Já. Já. Og já. Það er, já. Það er ekkert slant fyrir eiturlyf en eitt þannig, sko. Nei, en þú veist, þetta er samt bara sögurþráðurinn. Nei, já. Og hérna, hann á pappans, ég veit ekki hvort maður á að fara mikið út í... Nei, ég veit ekki. Sögurþráðurinn. Það er svona... Elastigirl fær að sparka mikið í rassa og Mr. Incredible þarf að sjá krakkana heima. Það þarf að læra að vera faðir, fjölskyldufaðir og... Hann er ótrúlegur, en er hann ótrúlegur pappi? Þessi innri strögglu fjölskyldna sem að... Allir þekkja. Já, Sumt fólk fer í bíó til að losna við þær áhyggjur. Ekki í þetta skipti. Nei, ekki í þetta skipti. Við förum til þess að fylgjast með fjölskyldu. Tróðum í andlitið á ykkur. Tjóttu kúkubleiðinu í andlitið á áhverjandunum. Já, við erum eiginlega búin að lýsa myndinni svolítið. Já. Þið þau getur að vera í bíó, við erum búin að lýsa þessu, sko. Þetta er alveg... Þetta gengur svo vel. Já, það er mikið, já. Ok, svo fyrsta var mjög góð. Þessi... Já. Hún er ekki slæm, ég meina... Nei, hún er alls ekki slæm. Alls ekki slæm. Frábær teiknimynd og
frábær hasar, tónlistin, flæfan, Já. líka, En sko, fyrsta myndin samt einmitt hefur svona það skemmtilega hlutverk að kynna þennan heim til já, sögunar. nákvæmlega. En núna þurfum við að búa í honum. Já, nákvæmlega. Og fylgjast með persónum gera bara svona venjulega leðilega hluti einhvern veginn. Og, já, og þetta er líka einmitt mjög skrítni tímasetning á myndinni, á þess Já. að koma út núna. Já. Svona mörgum árum eða sérst eftir að fyrsta myndin Það- kemur út. Já, er þetta ekki, hvað, 10 ár síðan? Ég Já. bara Það meira. manna það ekki. Það hefði verið fínt að þetta komið út, þú veist, 3-4 árum eftir fyrsta. Já, en fyrsta myndin einmitt. Þetta, ég veit ekki, það, Allir leikararnir á því 10 ára Já. eldri. Já, nákvæmlega. Það er svona. ég hör ótrúlega. Tegjum mig, orðin einhver keðjureykingakona. Hey, hello fellow kids. Æ, Já, þetta er ekki alveg. já. Það er svona, já, maður tekur eftir svona, já, svona hlutum í þessu mynda. Já. En það hérna koma skemmtilegar svona ofurhetjur samt til leiks. Já. Munið þið eitthvað eftir? Já, ein er basically portaleikurinn, Já. þú veist. Já, hún er svona Void, eða Vít. Void. Já, Það er einn rafmagnskall, ég man ekki hvað hann heitir. Hann er mjög skrítinn samt. já, Já, það sé þýskur. Já, einhver sem getur kramið hluti með vel en ekki með eitthvað að afkræma hluti. Svo er einhver uglukall. Já, fuck, það var Svo skrítið. ugla. Ó já, eitt sem að ælir kviku. Já, Ælir kviku. Já. hann er bakflæði. Út um munnin. Já. Já. Já, en hérna, já, já, þetta er búið að fyrirlegt sko. já. Þú Já, veist, er eitthvað, sko, það er mjög langt síðan ég sá fyrstu myndina. Ég held ég hafi bara séð hana þegar ég var annarkvort úlingur eða krakki, það hefur voða langt síðan en ég horfði ofta Já. á hana. En þessi mynd, þú veist, getið þið eitthvað borið hana saman við, ó, fótballspildur. Já. einmitt, Boltaland, velkomin. Já, frá Ísland. Getið þið eitthvað borið En það er stekkjun. Já. Sorry, Já, ok. ég var að segja eitt manni kjól. Já. Getið þið eitthvað borið hana saman við fyrstu myndina? Sko, fyrsta, ef ég má vera svona self-indulging, fyrsta myndin er eina uppáhaldsmyndin. Hún myndi með þessu sögðu! Bara take that! Ok, en nei, fyrsta myndin er 5-0! 2-0 fyrir Níkeri, ok. Punktu pasta, já, ok. Punktu pasta, ok. Allan, fyrsta uppáhaldsmyndin mín, uppáhalds Pixar-myndin mín og Já. mér finnst eins og að þessi mynd vantaði dálítið svona einmitt drifkraftin eins og Agnar segja, hún hafi þá ánægju af að kynna heiminn en núna er það dálítið föst og við erum bara svona að reyna að fika okkur í myrkuna og bara, þú veist, finna okkur í þessum heimi og reyna að finna svona næstu söguna sem er erfitt að finna út af því að þú veist, það er búið að kanna allt sem að þú veist, gera þennan heim hvað ekki það er gert meira þú veist. Já. Og svarið er, já, dálítið farið aftur í það gamla, þú veist, allt þetta, þú veist, að gera ólöglega eða löglega, hvernig parfjölskyldan virkar svona í samhengi við það, já, en það er bara, þú veist, þetta er svona eins og þú tekur fyrstu myndina og þú breytir svona smá við hana, en bætir bara við, þú veist, svona einu auka ströggli fyrir það, þú veist, að Bob Parr er einn að vera pappi. Já, mér fannst svolítið eins og það var ekki eins mikið húfi í þessari mynd og í fyrstu myndinni. Já, Kannski er það því maður er miklu yngri þegar maður sér fyrstu, ég veit það ekki. Nei, það er líka það er bara búið að byggja upp, þú veist, fjölskyldan er hættu heimurinn en líka bara svona tilvist þeirra inn í þessum heimi. Í þessari mynd, það þýðir ekki náð eins vel, finnst mér. Nei, raunin ekki. Það er bara svona, May er sett, hún á að bjarga málunum og pappin á að vera heima. Já. Og það er svona eins og þau sem er sett Brad Bird og fleiri sem er komin á alltaf þessari mynd, töldu að það væri nógu áhugavert að sjá svona gender role reversed eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara svona... Án þess að það sé endilega eitthvað svona gender role í gangi, en þetta er bara svona, maður er ekki vanur að sjá kallmann vera heima og konu, þú veist, útivinnandi. Já. Og kannski heldur þau að, þetta, þú veist, búin til eitthvað kontroversi í kringum svona. Já. Ég veit ekki. Þetta er svona, ég veit ekki, það er kannski, já, við hefum að switcha upp á hlutunum einhvern veginn, en já, ég veit ekki, það er bara, þú veist, það var næs að sjá, þú veist, meira, þú veist, af henni út að þú veist, það var að byggja upp hana sem svona meira svona capable karakter og meðan Bob var svona, það er mikið svona durgur þegar hann var að reyna að bjarga málunum. Það er alveg fyndið að sjá
Mr. Incredible að díla við Já. þessa krakka. Já, ég Það veit. er alveg fyndið, Svo þú veist. fucking krakka. Alltaf eitthvað hreint vesen. Já. En já. En svo er líka bara myndið dálítið aðalega Jack líka. Já. Hann, þú veist. Ég veist ára með krafta. Hæ? Hey, hann með, oh shit, Hann er með krafta. Hey. það kviknaði í barninu, þú veist. Hann er með 17 krafta eða eitthvað. Ég er svona- Já, það er svolítið svindlkall. Miklu fleiri, hann var með svona 4 eða eitthvað í fyrstu myndinni. En Já. nú var hann komið með, Já, þú veist, já. 17. Já. Já. Já, ég er að spá hinn myndin fyrsta mynd, hvernig endaði fyrsta myndin? Sko- Þau voru komin hann fyrir utan húsið. Spoilers fyrir Incredibles, Já. spólaði hans áfram. Myndin endaði á því að þau stoppa illurkjan. Þau finna samt ekki út að Jack var, þú veist, er með Já, örvöngað ok. og það, þú veist, hann ætlaði, þú veist, illurkjan ætlaði að reyna honum, flaug með hann upp Já, og hann byrjaði að berja hann, en þau sáu ekki að hann var að gera það. Já, ég þau sáu það Ég ekki. mitt held að þau hefðu, Já. af því að þú veist, ég er náttúrulega sem áhorandi sé það og ég er að svona spá í okkur þau að tala um það fyrst núna. það sem- Já. Ég nákvæmlega. mitt spurði heimi að þessu, ég var nefnilega ekki búin að, ég var einmitt bara byrju, vissuðu ekki af þessu, það var sýnt þannig í fyrstu myndin en Nei. einmitt, Nei, þau það sagði aldrei. var eiginlega bara Barnfostan sem að vissi af þessu, sko. Og það er einmitt mjög góð stuttmynd sem að sýna einmitt hvað gerist meðan þau eru burtað að bjarga heiminum, hvað gerast heima hjá þeim meðan hún er að passa Jack og þegar hún uppgötar kraftan hans. Já. Mér fannst Dash ekki alveg kannski fá nógu mikið pláss í þessa mynd. Það var svolítið komið inn á hérna Violet, hún hérna Já. er að díla svolítið við stráka vandamál og svona. Dash er eiginlega, já, ég veit ekki, það er ekki mikið svona sem hann Nei. þarf að glíma við. Hann þyrfti helling á tökkum í þessari mynd Já. líka, hann aðalega það sem hann gerir. Pappinn þarf að díla við krakkana og hérna, Já. mamman er að svona, já, gender roles snúið við. En hérna Dash fær ekki mikið að gera svo sem. Mér varst Frozone alveg fá að njóta sín á ákveðin hátt. Já, hann er svona, þú veist, það á ekki að hafa hann í sem aðal sviðslög svona Ég held að sé 3 eða 4 atriðum í mesta lagi. Hann er svona svali gæðin sem að er alltaf svona, þú veist, koma inn af hliðin einhvern veginn, bara svona, hey. Já, Var þetta svona falin brandari að vera svali gaurinn? já. Nei, þetta er ekki. En já, ég veit ekki hvað er hægt að segja meira, sko. Nei, þetta Fínast aðring. Já, þetta er líka bara spurning, þú veist, ef þið viljið fara í bíó, þú veist, hvaða bíómyndi viljið fara á. já, Þetta er svolítið dautt bíósumar. Já. já, Ég meina, þetta er alls ekki slæmt, þú veist, með við aðra myndir kannski sem er í bíó og svo sem. Þetta er- ég tók eftir einu dálítið skrifnum samt með þessa mynd. Út af því að hún er svo, þú veist, animationu er svo gott í henni. Það var söm atriða sem ég tók eftir að, sem var, þú veist, eitthvað gerðist í myndina sem var bara basically þú veist, fólk sem var vann á myndinu, teiknararnir, þú veist, voru bara að segja, hei, segðu hvað við ekki um gert. Já. En sem er endurspeglan þannig, þú veist, í kúlum og Já. svona, og líka, þú veist, þegar einhver heldur vatn í glas og voru klakar og hvernig krakarnir flutu upp. Já. Þú veist, Pixar er svona að sína vöðvuna sína dálítið núna. Þetta er bara svona að þegar að segja gott þessu bara, hei, sjáðu hvað ég hef gert með animation. Við erum ennþá hinn ótrúlegu. Já. Já. Sem þetta er furðulegt því að það voru að minnst 2 skot sem ég tók eftir sem ég fannst pínu skrítin hana. Hvað var það CGI? Það var hana þegar Violet er sem sagt Mr. Incredible er að reyna að segja henni, þú veist, ég er að reyna mitt besta hérna, bla bla bla. Það var eitthvað svona víðskot sem ég fannst pínu skrítin. Það var svona svolítið þokukent og skringilegt með önnur skot en já, ég veit ekki hvort að það átti að vera viljandi eða Já. hvað, en mér fannst það pínu svona skera sig úr, en það var eitthvað bara eitthvað 2 skotin. Mér fannst líka bara, þú veist, svona litaskema og lýsingin í myndin líka mjög góð. Alls konar smáatrið, þetta er Já. náttúrulega Pixar, þeir eru bara, Já. já, Þetta er bara masterclass Pixar, bara, þú veist, hérna, cinematography og þetta. Bara, við erum að tala um, þú veist, það er bara helling af skotum eins og við erum bara beautiful og já, bara eitthvað málverk. Þetta er bara, þú veist, maður bara sér hversu mikil vinna var lögð í þessar mynd og, þú veist, bara, þetta er bara galdra sem að Pixar er bara, þú veist, að bara skapa, sko. Í alvörunni. Já, ég held ég myndi séum allir frekar sammála um það að myndin er rosalega vel gerð og það er Já. gaman að fylgjast með henni og horfa á hana. Já. akkurat. En það er lítil innistæði, það Já. er sögutráðurinn og svona hvað er í húfi Já. og það er Svona, voða lítið. stóra myndin, þú veist, það var alveg Já. ábóðant. Það mætti þræta fyrir því að það þurfti ekki númer 2 mynd. Það er alltaf að segja Já, ég, sko. mér líður svolítið eins Já. með Finding Nemo, einmitt að því, þú veist, Incredibles er svona þín uppáhalds, Finding Nemo Já. var oft bara svona mín uppáhalds Pixar mynd og
ég fór á Finding Dory og þá var mér bara svona, það var kannski ekki eitthvað nöðsilegt en Nei. það var bara svona, Það er smá trend að græða þetta á nostalgíu áhrifandans já. þegar hún var ungur Já. og Já, sem að samt búa svo- til framhaldsmyndir bara basically 15 árum seinna. Já, en samt svolítið skrítið því mér finnst eiginlega Toy Story 3-leikurinn virka samt mjög vel svona á heildina. Já. Í minningunni er númer 2 alveg góð, ég veit að ég þyrfti kannski að horfa hann aftur. Það sem gerði 2 góða var að þau voru svona dálítið ennþá að vinna með svona þegar upprunalega drifkraft með nummer 1 Já. og líka, ég veit ekki, þau byrjuðu í húsinu hans en síðan fóruðu út í opna heiminn. Það var, það sem var svona tilvista, hættan þegar varandi tilvista, Já. En Og svo í náttúrulega- fyrirmyndinni var það einmitt að Þroskast og... þroskast, það er það sem gerði hana góða. Það er annars svona tilvista svona krísa. Já. En þessi mynd fór ekki alveg út þangað, hún bara svona, hei, það er gaman að sjá alla þessu orðuti aftur og að sjá hvað þau eru að gera, Já. En ekki eins mikið bara svona, nei, þau eru að fara á annan stað sem er hættilegri Já. og gæti ógna tilvistöða, Já. eitthvað nýtt, eitthvað framandi. Það var ekkert mikið framandi, við varum ennþá í sama heimi og við varum ennþá með sama hættunar sem þýddi að það var eiginlega engin hætta. Það er bara svona, Svo- búa og ofurheitur. Það er vel satt að vera ofurheitur. Já, ekki segja hvað við ekki ofur. Ég er ekki órólegur, þú ert órólegur. Já. En já, nei já, ég myndi bara segja, fínasta animation og bara, ég þurfti að sá hana og ég var glaður ég sá hana, Já. en ég held að, þannig séð að þeir dálítið klikku á svona stærra samhenginu, eða í myndinni, myndi ég segja. Já. En fyrir einhvernir? Já. Erum við ennþá að gera það? Ertu búin að hafa samband eitthvað við menntamálaráðherra? Hún var ekki búin að senda neitt baka, sko, ég veit ekki. Ég veit ekki, ég held að við gefum mig bara í brosköllum núna, sko. Já. 4 kúka emoji. Já. En það er ennþá þing, 3 Patrick Stewart. Já. Það er... Talað slæmt. Já, ég myndi alveg gefa þessari mynd 3,5 af 5 mögulegum. Hún er góð yfir meðalagi. Já, það er eiginlega sama ég ætlaði mér það að gera 3,5 stjörnur. Þetta er svona af 5. Hún nær ekki 4. Hún fær fullt hús sem animation en ekki sem kvikmynd. Já. Sem actual, bíóreynsla sem á að fara með mann á framandi staði og stofna heimanns í dálítið hættu sem maður er í. Svo já, ég myndi segja 3,5 líka, bara sem kvikmynd. Það verður kannski betra ef einhver tekur að sér að setja 3 Patrick Stewart haus á. Þá verður þetta alveg gott. Já, Já, 3,5. Já, 3,5. já. Ennþá betra. Bara til að gefa ykkur smá innsýn af hverju við að breyta hans til í grundartökum. Við erum með GoPro-vél á glerinu sem Arnar keypti. Sen erum við að taka upp. Ég keypti glerið, sko. Hann keypti glerið, það fylgdi með GoPro myndavélina mjög skrítið að hann keypti það á Facebook. En síðan er hljóðupptökutæki að taka upp hérna fyrir framan, svo... Þannig að þetta er nýjastu tækni á vísindi. Já. Þetta er framtíðin. Svo erum við að horfa á okkur í síma. Já, sem er ástæðan fyrir því að við erum að horfa niður. Já, það er svona að kíkja alltaf niður. Já, Og myndavélin hún er hérna ólega. Og við afsökum ef að Knútur er, við startum í 4. vítinni, í skuggavítinni. Hann er fljótandi haus, hann poppast inn og út. Reglulega. Ég held að hann vilji samt bara vera þarna í myrkrinu. Knútur! Hei okkur! Ég veit að hann er það. Þetta er svona, hann er eitthvað ósáttur við þetta, það er Knútur, en hérna. Við heyrum stundum bara svona skjálftahljóð þegar hann er óánægður. Conjuring 3. Ok. Bara 3,5 eitthvað. Já. 3,5 frá helviti, ok? Já, en hérna, við vitum ekki hvenær við munum gera næsta þátt. Nei, það er mjög óreglulegt. Já. Við erum rosalega slæmir að gera þetta svona reglulegt. Já, en, já, ég veit ekki. Kannski við finnum eitthvað ljós. Já.
Fyndi ljósið, Knútur! Já, Hvað inn í ljósið? það finna ég er með 2 skrifstofulampa aftur í skotti, en við getum ekki stungið með samband. Nei, það er ekki hlutur. Þurfum rafmagn. Jú, lampar eru víst hlutur. Rafmagn er lygi, ok? Ok, við þurfum að hætta þáttina að við byrjum á svona samsæðiskenningum eða eitthvað. Já, Ok, við kveðum frá Egilshöllinu. Já, já, takk fyrir áhrif. bless. Bye.